Nú ætlum við að skoða fyrirbæri sem heita margliður. Margliður eru í sjálfu sér tiltölulega kunnulegi hlutir fyrir ykkur, en nú ætlum við að skoða þær sérstaklega og þá þurfum við að byrja á því að athuga hvað er eiginlega margliða og skulum skilgreina það. Margliða er summa liða þar sem hver liður er margfeldi, tölu og breytu í heilu ekki neikvæðu veldi. Þannig að við erum með marga liði og það er alltaf bara plús eða mínus á milli og í hverjum lið þá er alltaf tala og breyta sem er í einhverju heilu veldi. Þannig að við megum ekki vera með breytuna í hálfu veldi eitthvað svoleiðis, við megum ekki vera með rætur eða eitt svoleiðis. Og þetta getur verið dæmi margliðu. Við köllum hana P af x, P af x, ekki P sinnum x en eitt svoleiðis. Og þið sjáuð að hún er með 4 liði og í hverjum lið er tala, sinnum breytan í heilu ekki neikvæðu veldi. Og athugið það að breytan sem við erum með hér er svo sama eins og er hérna inni í sviganum. Nú, manni gæti dottið í hug að segja, já en það er ekki alltaf tala og svo breytan í einhverju veldi. Til dæmis erum við hérna með x, bara mínus x, það er engin tala hérna og það er ekkert veldi heldur. En jú, við getum skoðað þetta eins betur og við getum sagt að mínus x, það er mínus 1 sinni x og ef x er ekki með neitt veldi á sér þá reiknum við alltaf með því að það sé í fyrsta veldi. Svo kemur hérna plus 1 og hérna getur mann líka dottið og segja, já en hérna er engin breyta. Við skulum bara skoða það. Við getum sagt að þetta sé plus 1 sinnum x í 0. veldi. Að því að x í 0. veldi er bara 1. Þannig að sama hvað x-ið er hérna þá er alltaf 1 en aftast. Við höfum alls konar mismunandi hugtök í kringum margliður sem við þurfum að kunna skila á. Eitt hugtak sem við þurfum að kunna er stig margliðunar. Stig margliðunar er í raun og veru bara hvað fer x-ið eða breytan upp í hátt veldi. Þetta er hæsta veldið á breytunni. Þannig að P af x hérna er 7. stigs margliða. Og ef stigið er 0 er margliðan fasti, kölluð fasta margliða. Það er að segja ef að við erum ekki með fyrsta veldi á breytunni og ekki annað, ekki þriðja, ekki hærra, heldur bara hæsta veldið á x er bara 0, þá erum við með eins og hérna aftast í P af x, þá erum við bara með einhverja eina tölu og ekkert x. Þá köllum við hana fasta margliðina vegna þess að hún breytist ekki með x-inu. Það breytist ekki gildið á margliðinni. Stuðlar margliðu eru tölurnar í hverjum lið. Og sá fyrsti, það er að segja sá sem er við breytuna sem er í hæsta veldi, er kallað forystustuðull. Þannig að ef við skoðum P af x, þá er forystustuðullin 3, af því að það er við x-ið sem er í hæsta veldi. Og stuðlarnir eru hérna 3 og 5 og mínus 1 og 1 og svo reynda vantar nokkra stuðla hérna inni. Til dæmis við 7., 5. og 4. veldi, þar eru bara 0 og eins líka við annað veldi, þar er líka 0. Ef allir stuðlar margliðu eru 0, þá kallast hún 0 margliða og er táknuð með þeta af x. Þessi bókstafur hérna sem við höfum hér, hann er kallaður þeta. Þetta er grísku bókstafur og ef þið sjáu þetta einhvers staðar í texta, þá þýðir þetta alltaf bara að hér er verið að tala um 0 margliðuna. Bara þeta af x er jafnt og 0. Staðalform margliðu er þegar öllum liðum margliðunar er raðað í lækkandi röð eftir veldisvísi. Veldisvísum breytunar þar að segja. Frá hæsta veldinu niður í 0. Og nú held ég að sé bara komið tíma á dæmi. Við skulum taka margliðu sem heitir P af x. Hún er jafnt og 2x í 4 mínus x pluss 4. Fyrsta sem við ætlum að gera er að rita P af x á staðalformi. Og þá rifjum við upp að þarna eigum við að skrifa alla liðina út frá hæsta veldinu og niður í 0. Þannig að fyrst
setjum hérna p af x er jafnt og 2x í fjórða. Það er bara hæsta veldið. En síðan vantar þriðja veldið, þannig að við skrifum plus 0x í þriðja. Svo vantar okkur líka annað veldið, þannig að það kemur plus 0x í öðru. Nú síðan kemur minus x í fyrsta veldið, og svo plus 4. 4 er fastinn sem kemur hérna aftast. Það er 4 sinnum x í 0, þannig að við myndum hafa hann hérna alltaf aftast. Næst eigum við að finna stig og stuðla p af x. Stigið er mjög einfalt að finna. Það er bara hæsti veldisvísirinn á breytunni. Þannig að fyrst að hæsti veldisvísirinn er 4, þá er þetta fjórða stigs marglega. Stuðlanir eru tölurnar sem koma fram ef við erum búin að rita þetta á staðalformi. Þannig að það hljóta að vera hérna. Fyrsta lagi það er 2 sem er sinnum x í fjórða. Svo kemur 0, 0, minus 1 og 4. Ef að þessi 0 hérna vantar inn í, þá erum við ekki að lýsa margliðunni rétt. Þriðji liður, finnum gildi p af x þegar x er jafnt á minus 3. Þá erum við raun og veru að taka minus 3 og setja inn í staðinn fyrir x í margliðunni p af x. Og þá getum við alveg nota bara formið sem var gefið í byrjun. Þá skrifum við þetta svona p af minus 3. Setjum hérna minus 3 í staðinn fyrir x inn í sviganum. Og þá kemur hérna, það er 2 sinnum x í fjórða. Þannig að við fáum hérna 2 sinnum minus 3 í fjórða. Síðan kom hérna minus x, þá setjum við minus 3. Svo kom hérna plus 4, það kemur líka plus 4 hjá okkur. Reiknum síðan út úr þessu og fáum að svarið er 169.